Já, komið sæl. Við erum hér aftur og nú ætlaðum að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta við komin til mín Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ritstjóri útgefandi Kímalsins, Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður Rithöfundasambandsins. Verið allar velkomnar. Takk. Sko, tilefni nú kannski tvennt í þessu. Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka. En tilefni kannski tvennt. Það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á erlendum vefmiðlum og svo segja allir hérna að bara auglýsingamarkaðurinn bara frosinn. Það bara ekkert, engar herferðir í gangi, það ekkert og þetta mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg örugglega eins og vel og við sem hér erum, en á sama tíma, þá finnst mér þegar maður sér íslenskar auglýsingar á einhverjum sérstökum, sértækum erlendum fjölmiðlum, að þá þetta náttúrulega líka, jafnvel ógn bara við, bara skrifa mál og við íslenskuna. Eyrún, þú þekkir væntanlega þessa baráttu sem ég að lýsa. Já, en ég var nú að velta sem þetta upp daginn, ég skrifaði þetta pistil bara á LinkedIn, þar sem ég var að tala þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í rauninni og ég nefnilega held að kannski þurfum við aðeins að bara segja ok, gott og vel að því að ef ég hugsa sem auglýsandi auðvitað leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu eða eyru á sínar vörur og síðan þegar fjölmiðlar ekki lengur það sú leið sem best til þess að þá leita þeir annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort að það sé gott eða slæmt, það það þarf að horfast í augu við að þessi peningar eru mikið til farnir og það meira ekki alveg réttar tölur hjá Hagstofunni eða, ég ætla ekki að fara að leiða þetta Hagstofuna en það samt það smá blekkjandi þegar við tala þessar auglýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir að alveg helmingur auglýsingafjár, einhverja 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka útiskilti og fleira þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar en RÚV með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkaðnum þannig að þetta staðan miklu þetta búið að gerast miklu hraðar heldur en fólk kannski átti von á og ég held að þetta sé ekkert að fara þetta kemur ekkert bara allt í enn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslensk fyrirtæki sem að auglýsa kannski þurfa að fara að segja heyrðu það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess vegna ætlum við að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé það líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfa líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það bara verið gert svona, það hefur verið gengið út frá að fjölmiðlar geti gengið að auglýsingatekjum. Núna það ekki lengur þannig en stjórnvöld hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að ýta undir það að þessi keyptar áskriftir af fjölmiðlum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp. Hérna í starfi fjölmiðlanefndar, þetta eitthvað sem að þið að huga að eða? Já, vissulega. Við svona almennt séð erum auðvitað bara að fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmiðlum og bara stöðu þeirra heilt yfir. Við höfum auðvitað árið verið það undanfarin 10 ára að breyting orðin auðvitað á stöðu fjölmiðla og það auðvitað af ýmsum ástæðum sem að staðan orðin svo sem hún í dag. Það hefur auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski
kannski aðeins punktin frá eirunu, hið opinbera hefur svo sem verið hvatt til þess að styðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innanlands. Ég held að það meira sé komið fram í nýri stefnum fjölmiðla sem var birt á seint á síðastlinu ári frá ráðuneytinu. Það væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gætu gert til að styðja við rekstur fjölmiðla. Við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir það og viljum sjálf leggja þar að mörkum og höfum einhver leyti gert. Heilt yfir þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttri stöðu og breyttri markaðsmynd. Á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun, þannig að það kannski eitthvað sem að við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að muni frekar breiðast út og verði svona stutt betur við. Já, það það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera. Þetta eru orðin svo mikla breytingar, það svona í nútímanum stóri fjölmiðlar eins og til þess að Morkin sem náttúrulega bara svipri á sjón sem að var en samt sem áður og Sín sem til þess eins og ef við talum fréttirnar þetta er 10-12 mínútna fréttatímar og meira svona skemmtiefni nánast þannig að svo eru fullt af svona bara einsmanns fjölmiðlum út allt podcast og þangað mæta forsætisráðherra, fyrrverandi forseti og fleiri og þetta er mikil breyting en þetta varandi þetta er mikla breyting og þú sér þetta væntanlega líka. Jú. Er þetta kannski að gerast annars stað líka? Ég hugsa það, við vorum nú áttum mjög gott spjall frammi. Verst að þið voruð ekki þar. En við vorum einmitt líka að ræða þetta að þú veist bara með tilkomi netsins að fólk er mjög tregt fyrir að borga það sama fyrir það sem er á netinu og það sem er fysisk vara. Og við náttúrulega, ég er nú formaður rithöfundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að binda spjótum okkar að streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel, þú náttúrulega færið ekki efnið, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla, þú nema að vera með áskrift. Og áskriftin er minna en ein kilja, en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringinn og þú getur látið alla fjölskyldu, þú getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því. Þetta er náttúrulega bara viðskiptadæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni, þetta gengur ekki upp. Þú veist, höfundar, að þetta byggist á lengd skáldsögunar eða textans, höfundur skáldsögu er að fá svona 10% af því sem hann fengi fyrir bók í Jólaflokku, bókaflóðinu sem bara selst í bónus eða í pennanum, Eymundsson. Og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem er bara með framleitt þar. Það eru alls konar svona einhverja bækur, sannsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýddar af gervigreind. Af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri höfundar segja bara nei, ég ætla ekki að setja mitt dót þarna inn og útgefendur eru farnir þeir fá svo lítið að þeir eru farnir að sporna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það er bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslan inni. Og það er kannski meira að nota það er fleiri sem að ég er náttúrulega þú veist, það er inn á Storytel til dæmis að sjá vinsældalista og það maður sér að þeirra efni er mjög mikið þar
vinsalast mest hlustað. Já. Að því geftum að trúi því að þetta sé rétt, skilur við hefum ekki engin tóli að tæki til þess að sjá það. En annað í þessu er þegar þú opnar appið sem er þeirra bókabúð og er gátt inn í hennan sagna heim þeirra, að þá sérðu mest þeirra efni. Af því að og það er auðvitað það sem við höfum meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins, að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efnis annarra. Þannig að Og hvað viðbragðið? Samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og semst hófrannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitið, þetta er sænskt fyrirtæki með starfsemi víðar. Þannig að þú veist, en það er alltaf þetta bara, þú veist, leiðu eitthvað er komið á netið eða er stafrænt og þú færði ekki fysiskan hlut, þá er eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem er mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni, þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim, að þá bara, þú veist, en það kostar ekkert minna að búa til frétt sem fer á netið en er prentið í blaði. Þú veist, þú ert með jafn mikið að fólki á bakviða ef það á að vera vandað til verka. Smári, þeir sem að búa til efni, þeir eiga það. Hér eru við sem sagt í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og það er ekki allir sem njóta sem borga. Hvað meinar þau? Eru dýrt að læsa? Já, það er bara, ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifandi af samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti, þá hefur þú meiri hag af því að fleiri horfi, heldur bara þú og þeir sem er efna og borga áskrift. Og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ég ekki neitt, að ég fæ ekki umfram aðra. En við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram hjá því, borgar samt. Sem ég hefur gerst. Já, sem er bara, fólk getur hugsað þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem hafi ekki efni á að borga og læti ekki fara í taugarnar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efni á því en borgar ekki. Þannig að þetta er bara þannig. Þetta er bara tilraun til þess að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur. Og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að er svona eftir þessir árunum, kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000. Það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið af fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gátu skilað sko gríðarlegum fjármunum. Analógurinn, hann gerði það voru bara örf á sjónvarpsstöðvar og örf á útvarpsstöðvar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkaður þar svona, hann leiðir til fákeppni, það er einhver eitt sem drottnar yfir viðkomandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpostin í Oslo og Washington í Washington og þar hundir göttunum. Þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma þar sem að pólitíkin eða svona hugmyndur okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún er í dag. Það voru fólk sem rak fyrirtæki, sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta er bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa hvernig var fjölmiðlunin áður en þetta gerðist. Þá vorum við með voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem héldu út í fjölmiðlum af einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverja áhrif á samfélagið. Við höfum það núna í kannski grófasta dæmið er Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem er bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá er það spurningi fyrir okkur hinn. Viljum við lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp einhverja fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvægi? Sumir halda ríkið í að koma þarna og
það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarnir bara ættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt ríkinu við að byggja upp eitthvað vægi á móti því. Mér heyrist á pólitíkinni núna að ég held að sé enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta. Þeir telja að það sé hlutverk ríkisins að ýta undir auðvaldið, að ýta undir atvinnuveginn, að aðlaga samfélagið þannig að fyrirtækin hafi það sem allra best. Og kannski í því andrúmi náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem eru ekki í eigu sterkustu hagsmunaaðilanna á Íslandi að þeir standi veikt. Þetta er bara samfélagið sem við höfum búið til og þetta er svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallinn komi og færa okkur eitthvað. Já, ríkið er nú komið inn í. Við höfum bara svo hlægilega lítið að það er eiginlega valla hægt að nefna það. Það á að fara stað núna. Það sem hefur auðvitað vanta líka það þurfa að vera peningar til nýsköpunar. Það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum þar hafa ekkert þróast ofsalega mikið svona tæknilega. Ég ætla að skjóta inn að styrkjakerfið þú ert að segja það. Stærstu styrkirnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins. Það er það sem ríkið gerir. Það ýkir ástandið í staðinn fyrir að laga það. Já, ég vil reyndar alltaf leiðrétta þetta með styrkina af því að það er engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrkir til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég er með fjölmiðlanefnd til að leiðra mig. Þetta er ekki styrkir, þetta er endurgreiðsla á kostnaði, svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst, svo fær þetta greitt tilbaka. Þetta er ekki svona styrkir eins og þú gerir kvikmynd og þá fær fyrst styrk úr kvikmyndasjóði, svo fær einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengið, það er þessi endurgreiðsla. Þannig að, en ég veit þetta er alltaf að kalla fjölmiðlastyrkin, þetta er þetta bara. Þetta er endurgreiðsla. Þetta heitir ekstra stuðningur eins og það er í lögum. Já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir, þú þarft fyrst að hafa efni á að vera með fjölmiðl og rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt styrk fyrir den kostnaði sem það er úti. Þú þarf ekki alltaf 3 starfsmenn. Nei, já, það er einhverjur undantekningar, já. Utan Suðvesturhússins. Já, einmitt. Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vantað, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Ein leiðin er þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem er að segja, bara sama eins og Guardian gerir, allt er og Kjarni gerði líka, við vorum með þannig, allt er opið og þú veist, ertu til í að borga og þá gerum við það eða ekki, eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á Gímaldinu og það er eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin en það sem að kannski við verðum að tala með það borgar einhver, þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa. Þetta er kannski bara svona partur af einhverjum djúpstæðum vanda sem að allir sem gera eitthvað höfundarétt að væri efni eru að glíma við. Hvort það er kvikmyndagerð eða bókaútgáfa eða fjölmiðlar. Að það er þetta, þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hef ekki eins og viss fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðirna til að borga, þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það er það sem að við eigum ekki, fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta er alltaf svona, þú ert alltaf að byrja hvað og svo líka er það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð, fá einhvern háan styrk, það er líka ekkert einfalt heldur. Hvaða peningum viltu taka við? Hver má landa fjölmiðl hafa 100 milljónir eða þú veist, hvernig viljum við að það umhverfi sé? Þannig að þetta er það er engin einhver einföld lausn en mér hefur þótt það vanti bara
alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum af stað með gímaldið, það er það að fólk vill fjölmiðla og þarf á þeim að halda. Það er, við fáum rosalega miklu samskipti við fólk og því ábygglega upplifa þetta líka. Að fólk er að segja, eru til í að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það. Og ég hugsa, já, það verður einhver að gera það. En þú veist, ég þyrfti 5 blaðamenn eða eitthvað, en ég bara er ekki með þetta. Þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli. Bölvu staða, að vita mjög gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í það. Já, hafi ekki einhvern veginn getuna og þú þarft cirka, ég reiknaði ekkert við þurfum svona 400 áskrifendur á baku hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi upp. Þá þarftu að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið blaðamann. Og það er bara svolítið keyrsla sem þar til að ná því inn og það ætlar að byggja bara þannig upp, þá bara tekur það tíma og þá getur verið áskrifendur að segja, heyrðu, það er ekki nóg mikið efni en að ég bara ætla ekki að borga fyrir eitthvað sem er svona sjaldan gefið út Þannig þetta er alltaf, þetta er skrítin staða en mér finnst að stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri, auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með einhverja peninga en það eru líka aðra leiðir sem er ekki bara það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur að gera einhvern veginn markaðinn þannig að það sé einfaldara að afla sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni að sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðirnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta. Er það ekki staðurinn? Það er bara eins og auglýsingasala er mjög erfið hjá ykkur eins og öðrum. Já, við höfum eiginlega bara ekkert verið mikið í því en ég meina auðvitað er það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú er HM í fótboltan af staði að þá auðvitað hreinsar þá ryksuga RÚV ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það er bara erfið tími fyrir alla aðra en svo kannski kom einhver tækifæri alveg glás á auglýsingum, það er alveg tískipta auglýsingatíma á milli í dagskrárliða. Og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar. Þetta eru svona menn sem áttu ekki efna og auglýsa í mokkanum eða fréttablaðinu sem tíma. Það voru svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auglýsingar á RÚV sem að bendi til þess að verðið er bara allt og látt. Sjáum við það kannski í því að svona sjónvarpsauglýsingar eru svona heimagerðar. Það er eins og maðurinn í Kasa sem er alltaf að selja leðurstólinn sinn og svona sem við setja að vera svo menn sem ekki efna á að búa til auglýsingar hafa efna á að auglýsa RÚV sem að bendi til þess að verðið á RÚV er bara allt og látt. Þeir hafa náttúrulega einhver viðmið og byrta á sínum á heimasíðunni eins og við vitum en mér langar bara að taka undir að auðvitað er heilt yfir mikilvægt að halda rekstrarumhverfi fjölmiðla lífvænlegu og ríkið hvernig ætlar að gera það? Það er hvergi í heiminum Nei, akkurat og það er það sem við erum líka að standa frammi fyrir að heimsmyndin er all breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður, við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leyti. Við viljum að minnstakosti að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að, þú veist, ég segi kannski ekki það er ekki þar með sagt að við verðum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið er auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda lífvænlegu ástandi í virkni því að þetta vinnst allt saman Ég held að þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla, þetta er auðvitað pólitískt kerfi sem er búið að koma á. Það er ekkit heilagt eða endanlegt að gera að miðla reynslu af því og gagnrýna og finna nýjar tillögur að leiðum. Það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur. Það eru ýmsar útfærslur þannig að
þetta tilraun sem og maður má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé tilkomið töluvert seinna heldur en hefði mátt vera miðað við önnur lönd svo við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það er líka eitthvað sem að ríki má auðvitað bera ábyrgð á og við væntanlega horfumst í augu við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáanleika. Það er 5 ára lagaumhverfi núna. Við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi 5 ár. Þannig að það er að minnsta kosti fyrirsjáanleiki með það að það sé hægt að reyða sig á að þessi stuðning verið veittur að minnsta kosti 5 ár. Það hefur ekki verið hingað til. Þetta hefur ávallt verið bara á ársbasis. Þannig að það er að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt. Er ekki stuðningur við bókútgáfu? Jú, það er það er stuðningur við sem sagt, það er svona endurgreiðslu fyrirkomulag 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi kostnaði sem sagt, í einhvern ákveðin tíma fyrir útgáfu bókar og svo kynningakostnaði eftir. Hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda en það er það þeir sem að greiða þennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundar styrktir bæði með listamannalaunum og svo með svona svokallaða bókasafnssjóði sem eru svona bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bókasafnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega það er ekkert ofsalega langt síðan þetta kom til þessi semst endurgreiðsla hugmyndin var með að vera með svokallan 0 virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneytið var á móti því og þá kom þessi leið, Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það er í raun svolítið magnað og eiginlega fáránlegt hvað við höfum sem bara þjóð treyst á það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslóð. Það er bara, þú veist, það eru öll merki það að lesskilningur krakka sé ekki nægur og það er ekkit endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa, það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa, vegna þess að bókmál er bara allt öðruvísi en talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það er netið og þannig að þau kunna kannski bara orðin á öllum plánutunum og alls konar fyrirbrigðum, eðlisfræðilegum fyrirbrigðum á ensku en skilja þau ekki á íslensku og ég er nú ekki formaður hagþingis sem er félag kennslubókahöfunda en það er hins vegar félag ég ætla aðeins að fá að halda í þetta en þess að við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá 1/7 til 1/10 á höfðatölu miðað við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, við ættum að vera þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennd í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir, þú veist, þetta eru grunnskólinn er 10 ár og svo kemur framhaldsskólinn en við erum með sem sagt bara brotabrott af því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlandaþjóðirnar eru að eyða í námsgagnagerð sem þýðir það að það er verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarleg tölvuleikja framleiðsla hjá Námsgagnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur mikið af fjármálum sem það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja vættunámi svo bara ákveða Kópavogur að allir fengju spjaldtölvur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var sórelt en ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug fyrir hrun
er nýtilegt, er bara ekki neitt. Það er bara algjört gat. Sonur minn sem er orðinn 32 ára var rosalega góður í landfræði. Einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla. Hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og eitthvað í Austur-Evrópu. Svo fór ég að skoða bókina. Það voru bara Sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru var ekki til lengur og ekki, þú veist, aldrei á hans ævi hafði Sovjetríkin verið ríki, skilurðu. Þú veist, þetta við erum fáránlega léleg í þessu. Og svo hefur líka bara, svo ég fá nú að vera með smá kannski mína skoðuna því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag. Þær ríkisstofnanir sem hafa séð að framleiða námsefni, þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem komu þær inn sem ritstjórar séu kennarar. Kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis. Þeir eru það bara ekki. Og það er bara, þú veist, það er bara allt annað fag og það er alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka. En þeir eru ekkert endilega bestu ritstjórarnir til að, þú veist, það er bara svona ákveðin verkefnistjórnir sem þú þarft að kunna. Þú ert að framleiða námsefni. Bara annað í þessu öllu saman er bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni. Og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennaran? Þegar kannski, þú veist, 40% tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið og eitthvað fer bara í að búa til námsefna því að það er ekki til. Bara hvaða glórulösa vitleysa er þetta? Þetta er eftir þar. Þú veist, þetta er svo glórulöst. Og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku hérna á næstu árum. En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neita efnis á ensku, eða lesa á ensku. Að þetta höfum við líka verið að heyra, sko ekki með krakka, heldur bara fullar fólk sem vill vita hvað er að gerast í heiminum, að það segir, heyrðu, ég bara er farin að hlusta svo mikið og ég hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara, ég gleymi bara að hlusta á íslensku. Það er bara, ég hlusta bara á ensku útgáfnu úti, af því þannig eru gefnir út einmitt mjög vandaðir þættir og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, já, heyrðu, ég heyri aldrei neitt íslenskt. Þetta er alveg fáránlega ákvörðun vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York. Nei. New York Times er ekki svona yfir heiminum. Þetta er bara lokal blað sem er gefið út inn í New York. En ég er að segja það heyrir þetta stundum í fólki sem er að tala. Það er bara að pýta sér í einhverjum podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta af Bandaríkjunum. Er bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert erindi. Sko, ég held að það sé í raun enn meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla. Og þar eru oft líka bara, þú ert í skrollinu, þú ert með krakka, þú ert með ungt fólk sem er kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem er að slaka á. Og svo dettur bara einhvern veginn og þú ert svo, fólki bara er berskjaldað fyrir einhverju einmitt fullkomnu bulli sem að á enga, þú veist, bara það er engin relevans við íslenskan veruleika. Og þannig erum við líka og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni. Þú veist, bara það er alveg saman hvað hvort þessi Evrópuherinn eða menningarstríðið, múslima árásir, þú veist, það er alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega en ekki á rök. Þetta er mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu því að það er akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið rísa fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá, við vitum það og þar verða til svona hálfkvöðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofboðslega mikil áhrif sem er ekki jákvætt að mínu mati. Það er
hættulegt að mínu viti að við leyfum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta, alla þessa fylgjendur, áhrifavald má segja. Þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum. Fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið návíi, þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli. Það svo mikil nándorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum. Það tekur ákvarðanir að verja tíma sínum í að skrolla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reikniritinn og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjáum meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem við horfum frammi fyrir eða sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta, einstaklinga sem eru bara raunverulega að taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með marga fylgjendur. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina. Og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika, til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frumunnar af fjölmiðlum, þar sem að verið að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn. Sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautunin, þarna verður til sko sundrungin í samfélögum á stóru leyti. Við venjulega sko klassíska fjölmiðla. Já, en við getum líka sagt já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverfi af því að bara af mörgum ástæðum en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi, sem eru bæði Norðurlöndunum og og annars staðar sem eru áskriftarmiðlar og þeir eiga sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem er mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað að segja, svona, það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmiðlum, þarft að vera með almennilegt app, vera með almennilegt kerfi, almennilegt áskriftarkerfi sem er auðvelt og þægilegt og helst auðvitað má ekki kosta of mikið og svo framvegis og þetta er alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að séu mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað er margt sem að maður bæta í umhverfinu en það er bara þú þarft að sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé fara til fjandans en ég held að séu tækifæri í áskriftarmiðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið því að það var einmitt rætt það bara í fréttum bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk er í auknum mæli að hlusta hljóðbækur, það er að hlusta á New York Times frekar en að lesa það og er að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta er komið fram bara í skýrslum, svona alþjóðlegum skýrslum til dæmis fjölmiðla umhverfi. Það er að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það er óslega lítið sem að það er erfitt að sjá alveg hvernig er hægt að monetæsa það eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni að það sé ekki allt bara meira og meira kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hverja einasta þátt, hverja einustu grein en
En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaksa og þannig að það er alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko. Það er náttúrulega munurinn sem er hér og til dæmis á Norðurlöndunum er það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það er eiginlega ómögulegt að byggja upp vefmiðil við hliðin á þeim. Og það sem er sömuleyti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa miðla sem að telja sig ekki þurfa að innheimta áskriftir. Akkur er ríkið að henda peningum á eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekkert nýtt til í kringu það. Já, ég meina, allavega í Noregi er það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir. Ef þú gefur allt efni þá færð ekki styrk, sko. Þannig að það er alveg hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því í þá átt, sko. Mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þessara tveggja miðla. Sem hafa líklega haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi. Þannig þú ert eiginlega að styrkja krabbaminnið sem er svolítið skrítið. Já, ég veit ekki. En svo er náttúrulega líka RÚV. Þetta er bara munurinn og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta. Það er ekki einhverja kurteisi gagnvart eigendum MBL og Vísis. Það nefnir ekki. Þetta er það sem að sker íslenska og ástæða fyrir því. Þið voru að spurja, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu? Það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já. Það er eitthvað 7% sem segja já á Íslandi. Akkur eftir þessi. Af því það er ókeypis búð. Þess að ég get bara fara og sótt mjólkina mína. Akkur ætti ég að kaupa mjólk af þér. En ég ætlaði nú að nefna, og það var nú kurtið sem var aðalega gagnvart því, ég ætlaði að nefna að hvað ef að Fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað frekar en fríblað til að byrja með, kannski hefði það líka haft áhrif. Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar er mikill vilji til að greiða fyrir fréttir. Þannig að þetta er ekki bara þessir opnu frímiðlar. Fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti. Það var bara til þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu blöðunum og voru meira að minna komin yfir í bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalagasbæklingin, að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmiðlum í kannski svona 10 ár og byggja einhverja fjölmiðlu upp á leiðinni. Það var eiginlega hugsun á baka Fréttablaðið. Já, en þetta það er of mikið af frí efni og það er líka bara óslega mikið efni, ég meina RÚV er náttúrulega með framleiðir alveg gríðarlega mikið af texta. Það ætti að takmarka RÚV á netinu. Það ætti að takmarka RÚV á netinu. Já, það er búið að gera það í Svíþjóð. Þar var takmarkað. Þeir mega bara selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað svoleiðis, en ég meina það er fáránlegt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annarra til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum. Magnið sem þeir skrifa inn á rúv.is er á við heilt dagblað. Já. Og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira. Þeir er svolítið eins og KEA var á Akureyri. Það er bara ef einhver stofnar fatarhinsun þá eru þeir konum við liðina. Já. Þannig að þeir það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almennilega utanum það hvert á hlutverk RÚV. Já, ég held að mér veist, ég var nú fyrir nokkrum árum í stjórn RÚV í nokkur ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel. En líka og þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að RÚV færi á auglýsingamarkaði, þú veist það er auðvitað eitt, en ég held að séu allir langflesti farnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til dæmis í gímaldi, það færi bara í auknum mæli á netið og sem eru þá bara erlendur aðilar að selja. En mér finnst þetta bara rosalega mikilvægt og líka áhugavert af því ég held að það sem er mikilvægt við séum með ríkisfjölmiðil en hvernig hann á að starfa og þá hvort að hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla, hvort að þessi ætti að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna áðan hvort að og horfa til Noregs til dæmis að Austurglugginn væri bara starfsmaður eða þú varst í samstarfi við RÚV þannig að RÚV treysti á þá starfsmaður Austurlandi eða eitthvað slíkt það eru alls konar svona leiðir færar og eins líka bara að þá má alveg hugsa sér að RÚV væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undirgengjust á þú veist þetta hlutverkum
fjölmiðl í almannaþjónustu sem ég held að sé bara rosalega mikilvægt hlutverk og bara að því að ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega menningarefnið lengur. Þú veist, þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar. Maður bara sér það, þetta eru bara orðið málgagn eigandana og ekkert annað. Já, en það setja 100 miljónu ári inn í það. Já. Og það er raunveruleiki sem við verðum alltaf að geta ráðið að tala Blaðamannafélagi til dæmis er alveg ómögulegt í því að tala Morgunblaðið fyrir það sem það er og hvaða árið það hefur á fjölmiðlana að öflugustu fjölmiðlandi séu keyptir upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálægt fjölmiðlum, kann ekki að byggja það upp. Raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem þú veist. Ég reyndi að fá einhvern fulltrúa á stjórn Blaðamannafélagsins með okkur. En sko, þú veist, það sem er svo alvarlegt í þessu er að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaðir í einhverju öðru stríði. Það er eitthvað sem að, þú veist, eins og bara, þetta er kannski slúður, en ég frétti það að eigendur Mokkans hefði verið búin að ákveða að hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var lögð á til dæmis sér ritstjórn MBL og Sameinað. Svo bara kemur þessi ESB-atkvæðagreiðsla, skilur við, þá bara alla milljónirna ræta bara aftur. Og þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist, þarna var bara eitthvað stríð sem við verðum að vinna, peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á bara allt Við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi. Þetta er bara svona. Mér langar að koma inn í þessu umræðu af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið er núna í þessari ESB umræðu. Það að við getum ekki í raun það er fáir fjölmiðlar sem er umverulega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Auðvitað er fólk almennt séð held ég sæmilega miðlalæst og getur lesað milli línana fyrir hver miðill er að tala. Þannig að það er einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vil taka boltan. Það er mikilvægt að við finnum og getum boðið það að það sé fyrir almenningi í landinu er það ekki allar hliðar málsins og að við fáum tækifæri til þess að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir. Ég meina fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðhald til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið heild. Ég bauð líka Andrisi Magnúsinni. Því sé haldið til það. En mér langar að segja bara, draumurinn er þetta að það sé hægt að reka einhvers konar fjölmiðil sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án þess að það sé á forsendum heilsuvöruvíkunar sem einhver borgar fyrir. Að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé þá einhvers ákveðins útgefanda. Að það sé hægt og svo framvegis. Að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál. Við vorum nú með miklu umfjöllun matarverð í sumar. Þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta en ef þú ætlar að gera það þá er ekki hægt á sama tíma að hringja Haga og spyrja vil ekki kaupa risastrónu auglýsingapakka hjá okkur. Nei, kannski, ég veit ekki. Ég er að segja, það fer kannski ekki saman. Það getur vel verið að það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að draga umfjöllunina í efa þegar þú sér bara auglýsingu frá Hagkaup á sama stað og líka bara, þú veist, það sem að því við erum mannleg, það er alltaf einhverju smá sjálfsriðskoðun í okkur, þú veist, við erum þú veist, eins og ég tala núna Morgunblaðið, kannski fæði það í bakið, þú veist, kannski verður mér Mogginn ekkert fjalla næstu bókina mína, ég veit það ekki, skilur ég vil bara taka þá áhættu, en það er áhætta, þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því. En þetta er rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að áskriftir séu miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auglýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður ef að fólk hefur 3.000 króna valdi yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara að hætta að vera áskrifandi af því þetta er svo ömurlegt, þá er valdið samt bara 3.000 krónur. En það er ekki 3 milljónir eða 30 milljónir. Og það er auðvitað það sem er, en
þú veist, kannski er þetta einhver útópía að þetta sé hægt, en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona miðl, en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju ákveðin kerfi, eitthvað svo leiðis, en það þarf að koma það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmiðlunum líka, vegna þess að ég held að fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar. Nei, og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta, því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfarið við hlutverki leitavéla. Og hvað gerist þá? Og ég tala ekki þegar fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar, inn í gervigreindar mötunina. Því að það er jú þannig, og við vitum það líka, ef þú ekki greiðir fyrir Claude eða Gemini eða ChatGPT, að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess, og ef það ekki er í grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum, þá er ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum. Svo þetta líka að sjálfsögðu risamál inn í fjölmiðla umræðuna. Hvernig ætlum við að bregðast við þessari yfirtöku, ef ég má segja, gervigreindarinnar, sem er jú auðvitað, eins og það verður að taka það fram, hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í för með sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætla fjölmiðlar að spila með það? Hvernig er það bara samfélagi að gera? Ætla samfélagi að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem eru í eigu auðvölda fólksins, inn í gervigreindar forritun sem eru í eigu auðvölda fólksins? Ætlum við að eiga eitthvað heima í þessum heimi? Ég held að Hvernig getur sportnað við því? Hvernig getur sportnað við því? Það þarf eitthvað svona, eins og kallaði bara andleg vakning, að fólk átti sig á því að allt sem að þeirra sagt er lygi, að það sé hægt að treysta markanum fyrir fjölmiðlunum, að treysta markanum fyrir bókútgáfinu, að treysta markanum, það er bara ekki hægt. Og það er ekki svo langt síðan að stjórnvöld, til dæmis ef þau fyrir bara að snemma á 2000-öldina, það var stofnað menningarsjóður, þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Kane, þeir styrktu bara það sem að skipti máli fyrir íslenskuna, það sem að skipti máli fyrir íslensk samfélag, til þess að hér verði til gott samfélag. Það er ekki bara að vera að ýta undir, eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera, að það er verið að ýta til dæmis undir mátt auglýsendana, að auglýsendan sem halda út í viðskiptablaðinu, þeir fá 25-30% greitt tilbaka á því sem þeir leggja til, og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið, og sama á við Morgunblaðið. Það er kannski frekar að tengja þetta við áskrift, það var þetta að nota, við höfum ýmsar útgáfur, við höfum sambandi við rithöfunda sem er mjög snjallt kerfi, að styrkja framleiðsluna sem er umvel að styrku til útgefanda, þótt að rithöfund færi það, en hann fær þó eitthvað frelsi gagnvart útgefandanum. Líka, já, einmitt, mér langar aðsamt að en blaðamaðurinn fær það ekki, sem vegna þessar útgefandunir sem fá allan peningin, og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu. Við höfum kerfi eins og er til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14.000 krónur á ári sem að renna í sóknargjöld, og þú getur valið í hvað sókn þá að fara, eða í hvaða trúfélag, eða man ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með. Og ef það gerir ekki þá verður það bara lífskoðunarfélag. Þannig það væri hægt að láta almenning frá 14.000 krónur sem við mættu deila á 2 fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að ýta undir áskrifenda valdið, og ef að þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr Morgunblaðinu og finna einhverjum sínum öðrum hætti. Þannig það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem er heilbrigðari heldur en það að vera bara að styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi. Mér langar aðeins að því þú varst að tala um styrki til lista, eða rithöfund og annar listamanna, og svo þessi 25% endurgreiðsla. Við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð, og það er 20% árangurshlutfall. Þannig að langflestir fá ekki neitt, en þar sem að það auðvitað sigtar út drasl, en svo ætti í raun og veru, það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki,
en útgefendur, eina kriterían þar að það sé eitthvað svona ákveðin vikt á þessu, þetta sé ekki 8 blaðsíður, heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku. Þar ekkert gæðaeftirlit. Ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að ríki styðji útgáfu, hvort sem það eru fjölmiðlar eða bækur á íslenskri tungu. Mér finnst það bara mjög mikilvægt, en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæðaeftirlit. Þannig að það sé, þú veist, núna til dæmis þegar þessi lög stuðning voru sett, það var til dæmis ekki tekið á gervigreind. Við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að koma með gervigreindamyndum og við erum bara hvað á að gera við þetta. Það kannski barnabækur þar sem gervigreindarmyndir en það tilgreindur einn höfundur, hugsanlega líka gervigreinda texti. Við sjáum bókasafnssjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig eða úthlutun honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana. En við erum ekki bókalöggan. Við getum ekki ákveða, þú átt ekki að fá þetta, en þetta er gervigreindardót og gervigreind skapar ekki höfundarrétt og þess nátt þú ekki að fá bætur fyrir þetta. Gervigreindi fær ekki listamannalaun? Hún færi þannig ekki og það, þú veist, ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum við að styrkja frí fjölmiðla? Nei, kannski ekki. En eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að, þú veist, augljóslega málgagn bara einhverja. Eigum við að gera það? Eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gervigreind? Eigum við að gera það? Þú veist, þetta mikilvægt menningalegt? Já, þetta bara mikilvægt að stjórnmálin þetta fari órætt. Við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markaðurinn kæmast sem bestur lausningar. Það er ekki þannig. Þannig við þurfum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta samfélag sem við viljum búa í. Það er líka þar hægt að segja það verður að vera einhvers konar blandað kerfi. Við verðum að geta reitt okkur á blandaða tekjustofna. Ríkið getur eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkisstjórn að það verður skrifað út. Eða einhver tiltekinn flokkur eða stefna skrifi það bara út. Svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósanngjarnir umfjöllun. Já, erum við ekki bara, verðum við ekki einhvern veginn að sameinast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo auðvitað langar mig til þess að ýta við því að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun. En svo samfélagið allt hefur verið með mesta stuðningi við bókútgáfu með því að gera bókina að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort það er eitthvað samrætt við fjölmiðla. En ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu. Hvernig samfélagi við viljum byggja upp? Það var til eitthvað vitund það að það væri gott fyrir samfélagið ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf. Og var líka haft að stefna að var svo erfitt að ná í eitthvað annað. Það hefur viðhaldist að einhverju leyti. Já, það er það, en ég held að þetta, fyrir bara, þú veist, ég veit ekki hvað, 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og íslenska tónlist í jólagjöf. Líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka. Ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfesta í henni sem samfélag. Já, gerum það. Heyrðu, en við það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Kímalsins, Þór Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambandsins. Takk kærlega fyrir skemmtilega umræðu. Takk sömuleiðis. Og hér á eftir þá sýtum við bræðirnir tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga
og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt frá því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is